þetta er hluti stærra verkefni sem heitir Polis og þessi sería heitir Capital Series og verkin eru hluti af stærra, já þetta er bara 1/3 af seríunni en þetta er búið til úr, hver mynd er búin til úr einni byggingu úr hverri höfuðborg í Evrópu fyrir þetta verið tilbúið og þetta verkefni byrjaði 2011 og hálfna núna. Ég myndaði 26 borgir 2011 og vann þar í stúdíu í Reykjavík 2012 og svo sýningin sem hérna uppi, hún fer til Sendihússins í London í september og þar sem hún innum með hér og þá ákváðu að sýna þetta á Íslandi í 2 vikur. Þetta er Harpan. Já, ég að velja eina byggingu úr hverja höfuðborg í Evrópu og ástæðan fyrir ég valdi Hörpuna en alltaf bara þetta er samt ekki einhver starkitektur monumental sería, ég ekki að vinna með frægustu byggingar úr Evrópu heldur ég veit ekki alveg hvernig ég get útskýrt hvernig ég veli það, ég náttúrulega mynda þetta allt sjálfur, þetta er ekki gert á netinu en það er alveg gífurleg vinna á bak við þetta og þegar ég fór að velja Reykjavík þá bara kom ekkert annað til greina, þetta er eina af fáu byggingunum sem ég valdi áður en ég fór af stað 2011. Já, það tekur rosalega tíma að gera eina mynd. Já, þetta er unnið í leirum sko. Ég ætla að byrja að ljósmynda verkin og þá er þetta bara ljósmynda af hverju húsu við sig svo bygging skorin út þannig að allt negatíva rýmið er tekið út og þá er ég bara með positíva rýmið af byggingunni. Eftir það er bara ákveðin tölvuvinnsla sem fyrir í gang. Það er leir pælingar og ég að vinna þetta eins og bara þetta er svona spontaneous vinna í rauninni. Þetta er ekki hugsað. Það er margir sem halda að þetta sé bara gert í forriti sko, að talvan ákveði myndirnar, það er ekki þannig. Heldur er þetta bara svona compositioner bara á löngum tíma, ég vinn eitthvað pínlítið í þessari og svo býð ég með hana í 2 mánuði og svo vinn ég einhverja myndir. Þessi mynd sem er elsta myndin á sýningunni, hún var gerð í skólanum úti og hún var tekin í London 2009 og þetta var í rauninni fyrsta myndin sem þetta eru gömlu seríunni minni sem var tekin í Las Vegas, London og Shanghai og þegar ég átti að velja aftur London þá gat ég ekki tekið aðra byggingu fyrir þannig að ég bara ákvað að nota sömu aftur og þetta er í rauninni bara eitt af fyrstu verkum sem ég gert. 2011 þá byrjaði ég bara að ferðast og mynda og náttúrulega veit ekki hvort þetta gangi en þetta gerðist bara, ég byrjaði bara í 10 borgum, svo fór ég heim og svo fór ég í 16 borgir og kem svo heim bara í desember 2011 og þá er ég með einhverjar 8000 ljósmyndir sem ég þurfti að fara í gegnum og hver mynd er búin bara til úr einni byggingu þannig ég þurfti bara eina mynd þannig að þetta var alveg bara fyrstu 2 mánuðirnir fóru í bara mikla sorteringar sko. Svo myndast bara þessi heimur út úr þetta er búið til raunveruleikanum þetta er svona endurvinnsla á einhverju sem er til og í rauninni er þetta bara menn geta referensera þetta, það er þetta að sjá náttúrulega form í þessu, þetta að sjá tónlist í þessu, þetta að sjá náttúrulega bara endurtekningin er ekki, ég er ekki að finna upp hjólið í myndbyggingu en þetta kemur svona referensingar ég er að referensera margar mismunandi áttir en ég er samt vil með tilviljunina og það er eiginlega ekki mér finnst eins og það sem ég er að gera bara þetta kemur bara svona sjálfur upp sér og ég stjórna þess ekkert of mikið sjálfur en svo náttúrulega ef þú ert búin að prenta eitthvað þá er svolítið erfitt að fara tilbaka. Í rauninni eins og staðan í dag þá er planið að klára Evrópu núna í haust og þá vinna þetta allt frá janúar til fram í sumri 2014 og svo náttúrulega er bók og heimasíða og allt það er að koma líka